gef þér hjarta mitt og Guð. Þetta eru svona yfirlýsingar kórar í byrjun samkomunnar lofgjörðuna, tilbeiðsluna, það að gefa Drottni allt. Erum við tilbúin til þess að ganga út á þessar yfirlýsingar okkar af því að þá göngum við inn í fyrirheiti Guðs og við eigum þessi fyrirheiti nærveru hans og blessun og við þurfum öll á því að halda. svo sem ýmislegt sem við getum lagt til hliðar. Þegar við komum stundins á þessa þá erum við hvattir að leggja allt í hendi Guðs. Af því að þar erum við örugg. Stundum þurfum við líka bara að leggja til hliðar hvað yndislega gott veður úti. Við erum kannski með hugan bara annar staðar. Við erum sem sagt að undirbúa það sem við ætlum að gera þegar þessari stundir lokið.
leggjum það til hliðar á meðan við erum hér inni og leifum okkur bara að vera frammi fyrir augliti Guðs að lofa hann og vexa hann. Mér langar að biðja ykkur að heilsa svona 2-3 með blessunaróskum. Drottin blessi þig svona yndislega falleg kveðja og innilega velkomin á samkomu í Fíladelfíu í dag. Takk einn góðan og gildan sálm eftir hana Jóhannu Karlsdóttur og Guðna Guðmu sem samdi lagið sem heitir Ég fann þann vin sem frelsar og forðum gaf sitt blóð. Ég fann þann vin sem frelsar og forðum gaf sitt blóð. Ég fann þann vin sem una versta ljá. Ég fann þann vin sem leysir úr fjötrum heimsins hljóð og friður drottins nú í hjarta græn. Hans ljúfa nafn Jesús, það líf mér yfir veginn, því lofar hann mitt söng og væna mál. Hans undraverk í hjarta nú öllu yfir breið, hann endurleysti mína föllnu sál. Og brátt mun Jesús koma og burtu rífa þá sem borið hafa krossinn hér á jörð. Og þá mun hjarta fagna og þerra skátinn grá og þakka gjörðin óma frá hans jörð. Hans ljúfa nafn Jesús, það líf mér yfir veginn, því lofar hann mitt söng og væna mál. Hans undraverk í hjarta nú öllu yfir breið, hann endurleysti mína föllnu sál. Og gefðu líf til konung sem gaf sitt hjarta blóð og gegnum stungna hendi rétti þér. Og veiti líf og nægtir og sannan sigur móð, því sigrað í hans nafni fáum hér. Hans ljúfa nafn Jesús, það líf mér yfir veginn, því lofar hann mitt söng og væna mál. Hans undraverk í hjarta nú öllu yfir breið, hann endurleysti mína föllnu sál. Og hvað gull og gæfa sem gefur veröld hver, gleymir þú að hugsa þína sál. Því eitt sér þarft að hverja það allt á jörðu hér, sem aðeins reynist hverfur stundar fá. Hans ljúfa nafn Jesús, það líf mér yfir veginn, því lofar hann mitt söng og væna mál. Hans undraverk í hjarta nú öllu yfir breið, hann endurleysti mína föllnu sál. Hans ljúfa nafn Jesús, það líf mér yfir veginn, því lofar hann mitt söng og væna mál. Hans undraverk í hjarta nú öllu yfir breið, hann endurleysti mína föllnu sál. Amen. Nú þegar okkur sæti og Helgi ætlar að segja nokkur orð. Yndislegt að vera með ykkur hérna í dag á þessum fallega degi og Guð búinn að gefa okkur marga fallega daga undanfarið. Maður heyrið í mér. Ok, ég ætla að segja, ef þið myndu ekki heyri í mér, þá myndu þetta enginn svara. Maður kannski bara fá þinn. Þetta svolítið svo að spurja, sko, þarf einhver túlkun? Þeir sem þurfa túlkun mun ekki skilja þig. En hérna, nema hvað, margir fallegi dagar búin að vera undanfarið og margir eru spenntir fyrir kótmóti sem framundan. Einmitt, heyri eitt amen, einn. Það verður gaman hjá okkur á kótmóti, 2 saman, yes, nei. Og að fara að gera sér tilbúin fyrir það. Og síðan þeir sem að eiga börn á þeim aldri sem á þessum hefðbundna fermingaraldri, að þá bara gott að minna fólk á það núna í haust og í vetur þá verðum við með unglingafræðslu eins og undanfarin ár og það verður haldið fundur snemma í september sem verður auglýstur nánar síðar, dagsetningin.
bara ef þú ert að hlusta eða ert í dag og átt barn á þessum aldri, að það var gott að fara að gera ráð fyrir því. Þetta verður einu sinni í viku, út veturinn og svo blessum við úlingana í lokin. Gaman að segja frá því að þessum fallega degi að núna fyrir austan í Kirkjuleikjakoti er verið að setja í nýjan forstöðumann í Hvítastaðakirkjunni þar. Hann Chris Parker sem margir þekkja. Hann hefur verið á Íslandi undanfarið og þjónað ásamt konu sinni sem trúboðar. Voru mikið í Keflavík og hafa búið á Selfossi og eru núna komin inn sem forstöðuhjón í Kirkjuleikjakoti. Þannig að hann hefur búið víðar en margir Íslendingar á Íslandi. Og bara við samgleðumst með þeim og fögnum á þessum fallega degi. Ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningavers, lesa saman í Rómverjabréfinu, 8. kafla og það er erfitt að slíta þessu undir 8. kafla, hann er allir svo yndislegur. Ég ætla að lesa frá versi 31 og svo hoppa ég yfir nokkur og lesa í lokin. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir okkur öll. Hvort myndi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meir en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Og svo fyrir neðan, því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt né nokkuð annað skapað, mun geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Og það er gott að hafa þessi vers með sér þegar við förum í bænina. Að muna það að Guð er með okkur, ekki á móti okkur. Að muna það að Guð, hann hefur sýknað okkur. Guð, hann er til að frelsa okkur og til að leysa okkur. Guð mætir okkur ekki sem einhver sem er reiður út í okkur eða strangur við okkur. Guð, hann þráir eiga samfélag við okkur. Guð þráir að fá að starfa í líf okkar og hann þráir að fá að starfa á þessari jörð. Og það mun ekkert geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Jesú Kristi. Það er gott að minna sig á þetta reglulega. Þess vegna er svo gott að helst byrja hver dag á að lesa Biblíuna. Það blessa mann, það byggir mann upp og það gefur manni bara orku, næringu og bara eldsneyti inn í daginn. Mæli með því að við gerum það öll. Og ef þú ert með bænarefni á hjarta, þá máttu gefa þetta kynna með því að rétta upp höndina. Við séum að það eru mörg bænarefni út allan sal og við vitum að Guð heyri bænir, þannig að öll í dag þú hefur þakkarefni, eitthvað sem Guð hefur gert fyrir nýlega að svara, þá sé ég, og þá fara ekki færri hendur á loft. Og þetta er svolítið eins og við það að stundum segir fólki bið ekki að því að Guð svara aldrei bænum mínum, en þeir sem biðja þeir sjá bænasvörin. Þannig að við sjáum það að þeir sem réttu bænarhönd, þeir eru líka með þakkarefni, að því að Guð svara bænum og þá höldum við áfram að biðja. Við vorum beðin að biðja fyrir konu, að Guð hjálpi henni að sætta sig við stað þar sem hún dvelur á, hún býr á stað þar sem hún er ósátt, bara Guð grípi henni hennar kringumstæður og mæti henni. Svo höldum við áfram að biðja fyrir þeim sem hafa mist ástinni nýlega, það hafa verið nokkur dauðsföll tengd kirkjunni nýlega og biðjum Guð að vera með í þeim kringumstæðum. Og svo höldum við áfram líka að biðja Guð að blessa landið okkar, blessa okkur, leið okkur og hjálpa okkur að vera sú kirkja sem hann hefur kallað okkur til að vera. Þannig að við skulum sameinast í bæn. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir að fáum að koma fram fyrir þig í dag í Jesú nafni. Þakka fyrir þitt yndislega orð sem segir við megum með djörfung koma fram fyrir hásæti náðurinnar í Jesú nafni. Og þannig komum við fram fyrir dag, Drottinn minn, sem börnin þín, sem hreinsuð, sem helguð, sem réttlætt Drottinn, sem vinir þínir, sem börnin sem þú elskar að heyra röddina í þegar við hefjum hana upp og við biðjum til þín. Og Drottinn minn, viljum lyfta upp þessari konu sem var lögð hérna fram, Drottinn, sem er komin á efri ár og líður illa þar sem hún býr. Drottinn minn, við biðjum að þú sért með henni. Drottinn minn, ég biðjum að blessa hana þar sem hún er og ef það er eitthvað í hennar umhverfi sem veldur henni vanlíðan, Drottinn, þá biðjum að þú breytir því og Drottinn líka að þú gefir henni bara náð til að blómstra þar sem hún er, Drottinn minn. Og himneski Faðir, þannig lyftum við líka upp vinum okkar sem hafa orðið fyrir ástunarmissi undanfarið, Drottinn minn. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir anda þinn sem er huggari, þakka þér fyrir anda þinn sem er græðari og við biðjum bara, Drottinn, í Jesú nafni, viltu umvefja syrgjandi ástvinni, Drottinn minn, með anda þínum sem huggar, sem græðir og sem leiðir.
Og ég þakka Drottinn minn fyrir vonina sem við eigum í þér. Drottinn minn, að þegar við kveðjumst á þessari jörð, að það það bara tímabundin kveðja og við fáum að mæta þér á ný á himnum, Drottinn minn. Og heilagi Faðir, svo biðjum við þig áframhaldandi líka bara fyrir landin okkar, Drottinn, og við biðjum fyrir kirkjun okkar, Drottinn. Viltu blessa Ísland, viltu blessa landið okkar, Drottinn minn, viltu blessa auðlindir okkar, viltu gefa öllum sem fara með völd, ráðdeild, visku og náð, Drottinn, til að taka góðar og réttar ákvarðanir. Og heilagi Faðir, svo biðjum líka fyrir okkur sem að játum Jesú nafn. Viltu hjálpa okkur, Drottinn minn, að skína sem ljós. Viltu hjálpa okkur, Drottinn minn, að lifa fagnaðarerindinu. Drottinn minn, að vera hendur þínar, vera fætur þínir, Drottinn minn, vera röddin þín sama hvar við komum. Að vera blessun, að vera uppörfun, að vera vegvísir, Drottinn, að vera verkfærið þitt sama hvar við komum. Og heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Velkomin heilagur andi að fylla þennan stað. Velkomin heilagur andi að koma og fylla okkar líf. Velkomin heilagur andi að fylla okkur af krafti Guðs sem knýr okkur fram að vinna Guðs verk. Og Drottinn minn, við biðjum úthellingu heilags anda á þessum stað, í þessum söfniði, en líka bara yfir borgin okkar, yfir landið okkar, Drottinn minn. Faðir minn, viltu gefa blessunar tíma, Drottinn. Viltu gefa meðvind heilags anda yfir Ísland, Drottinn minn. Og við biðjum að fáum að sjá Íslendinga kynnast Jesú Kristi, hundruðum og þúsundum saman, Drottinn minn. Að fólk eignist lifandi samfélag við Jesú Krist og þá umbreytingu sem það gefur. Þannig felum við okkur þessa stund, landið okkar og alla vini okkar í þínar hendur. Í Jesú yndislega nafni. Amen og amen. Amen. Við ætlum að halda áfram að lofa Guð. Amen. Amen. Og taka fórn. Það ætlum að taka fórn, já. Við ætlum að taka fórn. Já, við ætlum að halda áfram að lofa Guð. Á eftir ætlum við að gera það í söng, en núna ætlum við að taka samskot, taka fórn. Annan sunnudag í mánuði, þá fer fórnin ekki hingað inn, að við tilheyrum stærra samhengi, að við erum hluti af líkama Krists, kirkju Krists á jörðinni og við viljum blessa frá okkur. Þannig að annan sunnudag í mánuði þá styrkjum við trúboð innanlands og við styrkjum kristniboð. Og við höfum styrkt svona ákveðin verkefni, við styrkjum skóla í Palestínu, við höfum styrkt ABC Barnahjálp, við höfum styrkt hina og þessa, við viljum blessa frá okkur. Og ef þú ert hér í dag og þú ert ekki vanur eða vön þessu umhverfi, að þetta oft viðkvæmt fyrir fólk að koma í kirkju sem kemur einhver prestur og hann fer að tala peninga. Ég ekki með Rolex-úr, það oft þannig, kemur upp með Rolex-úrið og fer að tala þið þurfið að gefa mér. En staðreyndin er þessa að við sem erum kristnir, við trúum því að allt sem við eigum sé gjöf frá Guði. Allt sem ég hef, það gjöf frá Guði. Hæfileika mínir, kraftar mínir, heilsa mín, allt sem ég hef gjöf frá Guði og allt sem ég á, það á hann líka. Þannig að ég iðka það og ég sýni það í verki með því að gefa aftur til hans það sem hann hefur gefið mér. Og það er svo mikilvægt líka, Jesús hann talar það, að peningar eiga svo auðvelt með að ná tökum á okkur. Ekki það við verðum svo gráðug alltaf, heldur líka því við höfum oft svo miklar áhyggjur af þeim. Að við þurfum að hleypa Guði þar inn líka. Og með því að gefa, með því að læra örlæti, að þá erum við að iðka það að treysta Guði líka þarna. Þannig að þetta er hluti að því bara að vera lærusitt, hluti að því að vaksa og það er líka svona sem við fjármögnum kristilegt starf hérna megin grafar. Þannig að ef þú ert hér í dag og þú ert gestur, það er engin þvingun, engin skylda, en þér er frjálst að vera með. Guð blessi þig. Amen. Og já, og það er posi aftast ef þú ert með kort og ef þú ert með banka-app í símanum og ert með bankanúmer kirkjunar, þá getur líka bara gefið gegnum símann. Það ert ekki að standa upp. Já. Niður við krossinni kraup og fann. Einn af þessum yndislegu sálmum og Sigurbjörn Sveinsson sem var mikilvirkur í textagerð í upphafi þessara vakningar, hann á þennan texta, yndislega fallegan.
lausnir sína ná, þar hef ég lífið og ljósið þá, lofað sé hans nafn. Blessað sé hans nafn, blessað sé hans heilaga nafn, skuld mína borga hans blóð þar rann. Blessað sé hans nafn, streymir frá krossinum lífsins lind, lind sem að hreinsar burt alla synd, ljómar það frelsar hans lifnar vind, lofað sé hans nafn. Blessað sé hans nafn, blessað sé hans heilaga nafn, skuld mína borga hans blóð þar rann. Blessað sé hans nafn, líðu með synd þína fótum hans, fagnaði hjálpræði lausnar hans, baða þitt hjarta í blóði hans. Blessað sé hans nafn, blessað sé hans nafn, blessað sé hans heilaga nafn, skuld mína borga hans blóð þar rann. Blessað sé hans nafn, blessað sé hans nafn, blessað sé hans heilaga nafn, skuld mína borga hans blóð þar rann. Blessað sé hans nafn. Við ætlum að halda áfram í lofgjörð til Drottins áður en að Helgi kemur og talar til okkar orðið. Og kórarnir sem við syngjum núna í framhaldinu, við fjalla allir þessa löngun og þrá til þess að ganga inn til dýpra samfélags við Drottin. Amen. Við sungum í byrjun, allt annað leggið til hliðar. Og það er svo gott að geta lagt til hliðar allt það sem við erum að takast á við. Það er kannski áhyggjur eða kvíði, kannski eru það bara verkefni dagsins, eitthvað sem er spennandi framöndan, eitthvað sem að tekur hug okkar, hvað svo sem það er. Legðu það til hliðar, legðu það í hendi Guðs og í lofgjörð skulum við koma fram fyrir hann áframhaldandi til þess að tigna hann og vegsama. Amen. Allt það sem ég þrái er að heyra þig.
Halleluja, 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 halleluja. Ó, við lofum þig. Halleluja, 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 halleluja. Já, við lofum nafni þig. Halleluja, 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 Jesús. Já, við lofum nafni þig. Halleluja, halleluja. Ó, við lofum, já, við lofum nafni þig. Halleluja, halleluja, halleluja. Ó, við lofum þig. Halleluja. Guð, mitt hjarta þig, mín sála þig. Guð, allt mitt líf þitt, drottinn hvert sem ég fer, einnig hvar sem ég Guð, verði viljinn þinn. Halleluja, halleluja, Jesús. Halleluja, Enginn sem þú, enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. enginn sem þú. Enginn sem þú, enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. Visskun þín varir að eilífu og lækningu fáum frá þér. Í þínum örmum og skortir ei neitt. Enginn sem þú. Enginn sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. Viskun þín varir. Viskun þín varir að eilífu og lækningu fáum frá þér. Í þínum örmum og skortir ei neitt. Enginn sem þú. Enginn sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. Enginn eilífð ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. Halleluja, Jesús. Bless us, Jesús. Halleluja. Halleluja. Drottinn, það enginn sem þú. Halleluja. Hira,
Þegar Jesús talar þessi orð, að það sem að 2 eða 3 koma saman í hans nafni, þar er hann mitt á meðal. Ég hef svo oft velt því fyrir mér hvernig við upplifum það í okkar daglega lífi, að þegar við komum saman á stundu þess að þessari, hann er mitt á meðal okkar. Og mitt á meðal þýðir, hann er ekki hér upp á pallinum frekar en hann er niður í sætunum, hann er allstaðar. Það sem að við komum saman til þess að lofa Drottinn, orðið segir í sálmunum að hann dvelur í lofgjörð síns liðs. Og þegar við syngjum þessi orð út, ég fel mig nú í faðmið þér, venda mig með þinni sterku hönd. Og mér langar þess að við syngjum þetta aftur og ég hef svo sterka tilfinningu fyrir þessu og kannski bara vegna þess að ég finn þessa djúpu þörf að vera stöðuleg þessari vend Guðs, að ganga ekki út úr þessu samfélagi við hann. Og við eigum það í þessu fyrirheiti þar sem að 2 eða 3 koma saman í hans nafni, þar er hann mitt á meðal okkar. Og mér langar að við syngjum þetta og syngjum þetta á þennan persónulegasta hátt sem við getum þessa vend og þetta veldi Guðs í okkar daglega lífi, að hann megi venda okkur og leiða og hjálpa og stilla stormin og venda okkur við hver vegamót í lífi okkar. Ég var að syngja þetta saman. Fel mig nú í faðmið þér, venda mig með þinni sterku hönd, þegar hafið ríkt svo stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín, faðir flóðin hörfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég er. Í þér er hvíld, í þér er hvíld, ó Kristur minn, hraust á frið, nú leysir kraftinn þig, því þegar hafið ríst og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín, faðir flóðin hörfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þegar hafið ríst og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín, faðir flóðin hörfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þegar hafið ríst og stormur hvíl, hefur þú mig Já, Drottinn Jesús. Halleluja. Í Jesú nafni. faðir flóðin hörfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Því þú ert minn Guð, hljóður Amen, amen. Ég veit ekki með ykkur en ég þurfti á þess að halda og nú þarf ég að fá orð Guðs. Gjörðu svo vel, Helgi. Amen. Yndislegt að dvelja í nærveru Guðs. Drottinn minn, við þökkum fyrir þinn yndislega heilaga anda sem er hér. Og Drottinn minn, við játum það, við syngjum það út og við biðjum það út, Drottinn minn, að við þörfnumst þín á hverjum degi, Drottinn. Og við biðjum þig, Drottinn minn, núna þegar við komum að þínu orði, heilagur andi Guðs sem hefur innblásið þetta orð.
viltu tala það inn í líf okkar í dag. Viltu lífga orðið í hjörtum okkar Drottinn og gróður setja það og gefa þitt lifandi orð með bera ríkulega ávöxt í lífum okkar Drottinn minn. Þannig biðjum við blessun þína og þú sért með okkur og þú leiðir okkur í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Þið fáið ekki afganga í dag, en þið fáið að kíkja með í smá ferðalag. Það var allir sem þekki eitthvað sem hefur farið í sumarbústað og verið í sumarbústað í 5-6 daga eitthvað og býðir þér að koma í 1 dag. Ekki allir upplifa það. Farið eða ekki farið. Þú ert svo sem ekki með allan tíman en þú kíkir 1 dag. Og ástæðan fyrir ég tek þessa samlíkingu er svo að í sumar þegar ég hef talað í Alþjóðakirkjunni þá hef ég talað út frá Kólossubréfinu og ég tala ekki það allt hér í dag en ég ætla svona leyfa ykkur að slást í för með hvar við erum stödd ákvarðat núna, hvar við erum stödd í dag. Og við erum komin í 2. kafla og ég ætla að tala út frá versum 6-15 sem er ótrúlega kröftug vers. En þetta er svolítið eins og þegar maður er Íslendingur og maður kaupir appelsínur í janúar eða apríl eða bara hvernig sem er yfir árið og pælir ekkert í því að það vaks ekki á Íslandi hvað sem er, þá einhvern veginn er appelsíntími eða ekki appelsíntími, maður bara kaupir sér appelsínu og svo óvart kaupir maður appelsínu þegar er appelsíntími. Og maður þarf að kreista 200 millilítra af appelsínusafa og svo sker maður appelsínu sem er akkúrat eins og hún á að vera og það bara lekur út hálfur lítri. Hafið lent í þessu? Bara safarík appelsína, bara úps. Og það er alveg eins með þetta og ætlar að predika einhver 9 vers og svo byrjar á fyrstu 2 og það er bara ég verð þarna í allan dag. Það er bara endalaust sem þetta gefur. Þannig að ég kötta þetta niður. Og þannig að í staðinn fyrir 6-15 þá tökum við vers 6 og 7 og látum það duga. Kólossubréfið er yndislegt bréf. Eins og allar bækur í Biblíunni leiðum að byrja að lesa þær, þá verðar uppáhaldsbækur manns allavega á þeirri stundu. Bréfið er skrifað af Páli Postola. Hann er í fangelsi og hann er að hugsa til safnaðana sem hann hefur lagt grunnað og sem hann hefur stofnað. Svo fær hann fréttir af þeim, hann var heimsóknir í fangelsið og hann getur ekki verið á staðnum, hann er með þeim í bæn, hann er með þeim í anda, en hjarta hans brennur svo mikið fyrir þessa söfnuði. Og svo lesum við bréfin og þau eru alltaf viðbrögð við einhvern kringumstæðum sem hann hefur frétt af. Og Kólossubréfið er skrifað til kirkju sem er undir miklum þrýstingi. Að Kólossa var eina af þessum rómversku nýlendum, litlu Asíu, Tyrkland í dag og þarna bjó mjög mikið af gyðingum og þarna ægði saman fólki úr öllum hlutum Rómaveldisins með öllu sem því fylgir. Þetta var rosalegur hrærigrautur og ef það var eitthvað sem var málana í Kólossu þá var það svona andlegu málin. Það voru allir í einhverji trú og það voru ólík trúarbrögð og það snerist allt að tilheyra svona metingur milli trúarbragða. Hver eru nú andlegustu trúarbröðin? Hverjir hafa mesta opinberun? Tölum mikið svona að hafa einhverja leynda þekkingu, það var allt einhverja leyni athafnir og þetta var svolítið svona stöðutákn. Ég er nú komin þetta er svo í tölvuleikjum, ég er komin að 5. level í þessum trúarbröðum hér. Þetta er svona, ég er komin með gula beltið eða græna beltið, þetta er svona, þú varst orðinn svolítið merkilegu maður. Og málið með þetta var að kirkjan, sem er þarna, trúarhópur, innan aðra trúarhópa, var í mikilli hættu. Vegna þess að það var þessi utanaðkomandi þrýstingur að vera eins. Og við reynum að tala mál þeirra sem í kringum okkur eru, við reynum að nálgast fólk þar sem það er og svona tala inn í þeirra veruleika, en það er rosaleg hætta á því að þegar kirkjan fyrir að aðlagast svo mikið samfélaginu reyna að ná til þess að allt í einu bara hættur hún að vera hún sjálf. Að allt í einu þá er hún bara farin að tileinka sér tungumálið og farin að skilgreinast að því saltið hættir að vera salt. Kirkjan hættir að vera öðruvísi og þetta er orðað bara einn af öllum hinum trúarhópunum. Og Páll skrifar þetta bréf til að reyna að vara söfnuði við beinunum í þá átt að fara ekki út af sporinu. Hvernig getur þessi kirkja sem er í þessu ofur andlega umhverfi bara haldið stefnunni? Allir sem koma inn í kirkjuna eru mótaðir af umhverfinu. Og í dag á Íslandi þetta er svo sem ekki er vandamálið að það séu allir svo rosalega andlegir að við sem er mikill hættu. En hafið þið lent í eins og ég að fólk sem að endilega tilheyrir kannski ekki kirkju hefur fastmótaðar hugmyndir hvernig fólk sem tilheyrir kirkju á að vera. Býtu, máttu þetta? Þetta er skemmtilegt. Nei, hafið lent í því. Býtu, máttu þú bara hlæja hérna? Akkur er þið svona glöð, eru þið ekki í kirkju? Hafið lent í þessu. Við getum óvart fara að mótast þessu viðhorfi.
Býtu, þetta lag skemmtilegt, við skulum ekki syngja það. Getur ekki aðeins hægt á þessu? Getur þú ekki verið aðeins falskari? Þetta of flott, við erum kirkja. Við erum kirkja hérna fólk. Ég gleyma okkur einhverju gleði. Við getum fallið þá gryfju að láta einhver önnur öfl en Guðs orð, einhver önnur öfl en kannski sannleikan móta hver við erum. Og hvað gerir Páll postuli? Ef það hægt að súmmera Kólósubréfið upp í eina setningu, sem spurning, af hverju þurfti að skrifa svona marga kafla ef hann gat sagt þetta í einni setningu, þá væri það samt þessi setning: Jesús Kristur allt sem þú þarft. Jesús Kristur allt sem þú þarft. Hann upphafið, hann endirinn og hann allt þar á milli. Jesús Kristur allt sem þú þarft. Og þannig lesum við í 7. versi, þar sem hann að hvetja söfnuðinn og hann segir: Þið hafið tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifið því í honum. Þið hafið tekið á móti Kristi. Ekki gleyma því á hvaða tímapunkti allt breytist í lífiðinu. Var það þegar að þú hlustar á þennan mann í þessari, ég veit ekki hvað þessi hópar heita, þegar hann sagði þér frá þessum engli sem þú sérð á 5. leveli, sem sagði þér þetta leyniorð, var það þá sem lífið breytist? Þetta var svo merkilegt að við vitum ekki hvað þessi engill heitir í dag, eða hvað leyniorðið var. Það man það enginn. Hvenær breytist lífið þitt? Þegar Jesús kom inn. Hvenær var það sem að allt fór að vera betra? Hvenær var það svo eignaðist frið? Hvenær var það sem þú kynntist Guði? Þegar Jesús kom inn. Hvenær var það sem þú eignaðist heilagan anda? Hvenær var það sem þú eignaðist allt í einu þennan frið að þú, sumir sem áttu erfitt með að sofa, allt í einu fór að sofa vel. Allt í einu þá áttu ekki erfitt með skapið. Þú tókst eftir 50 setna, já ég hættur að blóta. Þú fattar þú svona eigan hann sígarettupakka í 2 vikur og ekki búin að reykja eina sígarettu. Hvað gerðist? Jesús kom inn. Þú hefur tekið á móti Kristi, lifðu í honum. Jesús tenging okkar við Guð. Jesús uppfyllir allar okkar andlegu þarfir. Þess vegna skulum við gæta þess og við sem erum mennsk og sérstaklega í dag, athyglisvið okkar styttist og styttist, að við erum svo vön afþreyingu, það alltaf verið að hafa ofan fyrir okkur, klippingar verða hraðar og hraðari, það þarf alltaf eitthvað nýtt. Við erum í þeirri hættu að allt innu okkur, ég bið til Guðs í Jesú nafni, ég á minn tíma með Guð og það gefur mér ýmislegt, en get ekki gert eitthvað en öðruvísi, get ekki breytt eitthvað til, get ekki fengið eitthvað nýtt, allt þetta nýja. Náð Guðs hefur verið eins frá því að veröldin var sköpuð. Við fáum ekkert betra. Jesús hinn sami í dag og í gær og aldrei alda, við þurfum ekki nýjan Jesú. Jesús stenst tímans tönn. Og stundum það liður í ferlinu að læra að þiggja daglegt brauð frá Guði. Í alvöru talað, ef að Guð myndi láta rigna brauði af himnum, sem að þess gefur mann einhverja ofurkrafta, eins og þegar Elía borðaði brauð frá himnum, eitthvað manna, og hann hlaupið bara 200 kilometra, okkur þætti það magnað í svona 7 daga. Svo í næstu viku, þá Guð, hvað snúðar frá himnum, gert eitthvað nýtt. Ísraelsmenn, þeir röfluðu, þetta kraftaverka brauð, aftur, það bara rignir þetta ekki á hvíldardaginn, þá hefur ekki að tína það, og það myglar alltaf ef við geymum það 1 dag, nema daginn fyrir hvíldardaginn, þetta eitthvað svona töfrabrauð, en svona í alvöru talað, þetta ekki orðið svolítið þreytt? Þetta kraftaverka brauð, þetta brauð sem rignir af himnum, come on, hvað erum við að röfla? Já, Guð, þetta eilíft líf, þú hreinsar mig af allri synd, þú gefur mér líf sem heitir eilíft líf, að það byrjar hér en það varir eilíðin í eilíðina, og þú Guð almáttugur, ég dauðlegur maður, þú eiga samskipt við mig, getur ekki gert eitthvað nýtt? Í alvöru talað fólk, hvernig látum við? Lifið í Kristi. Við fengum lífið þar, af hverju að fara eitthvað annað? Af hverju að fara eitthvað það sem eitthvað meira spennandi? Það eitthvað sem gerist innra með okkur þegar við drekkum reglulega úr sama brunninum. Með því að nærast reglulega á sama vatninu, þá fer það að hafa áhrif á okkur. Og það bara liður í því að vaksa andlega að gera það sama aftur og aftur og aftur, og það þannig sem dropinn holar steininn, og það þannig sem einhver bara meðalstór á getur grafið út Miklagljúfur, skiljiði, með því að renna alltaf, með því að renna stöðulega, með því að gera það aftur og aftur og aftur og halda því áfram.
Ekki fara á mis við það líf sem þú átt. Lifðu því. Þú hefur tekið við Kristi. Lifðu því í honum. Ekki missa fókusinn á Jesú. Og svo kemur næsta hvatning, sem vers 7. Verið rótfest í honum og byggð á honum. Staðföst í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðug að þakklátsemi. Og hérna lenti ég bara í vandræðum. Þegar þetta vers, svo þú getur ekki bara einhvern veginn, já, þetta er ekki einn punktur. Þetta eru margir punktar. Þannig að þetta vers er bara predikun. Verið rótfest í honum. Hvað þýðir það? Að vera rótfest í Kristi. Það þýðir að þú ert ekki alltaf á hlaupum. Ég hef aldrei séð hlaupandi tré. Hafið ég séð hlaupandi tré? Ef þú vilt færa tré, þá þarftu að helst að moka það upp með rótunum, en ef tréð er gróðsett á kletti og þú getur ekki brotið klettin, það verður bara að högga tréð. Rótfest í Jesú Kristi. Skjóta rótum drjúft og draga næring okkar þaðan. Og þegar þetta vers talar að vera rótfest, það talar mjög mikið myndi ég tækla það þannig að vera rótfest í Kristi, það snýst að vita hver við erum í Kristi. Hver er sjálfsskilningur þinn? Og flest okkar erum á þeim stað að starffræðin hefur ekki alveg fengið dæmi hefur ekki fengið að vera reiknað til enda hvað þýðir það að tilheyra Kristi. Flest okkar erum þannig að við tökum við Kristi, það er frábært, hann hefur hreinsað mig af synd, hann hefur fyrirgefið mér, nú tilheyri ég Guði, en ég er samt kannski ekki alveg nógu góður. Fleiri en ég sem hafa verið þar. Já, Guð hann er með mér, en hann kannski er ekki með mér ef ég var ekki alveg nógu góður. Guð, hann stendur með mér nema stundum. Já, Jesús hefur fyrirgefið mér allar syndir, en honum er samt svona svolítið, hann fyrirgefið mér þessar syndir, en honum var illa við það. Veitir? Við höfum ekki reiknað þetta alveg til enda. Hvað merkir það að vera í Kristi? Hvernig lít ég á sjálfa mig? Veistu hver þú ert? Hvað mótar hugsun þína þig? Er það hvernig aðrir tala þig? Er það hvernig þú hugsar þig? Eða er það hvernig Guð lítur á þig? Er það sem Guð segir þig sem að mótar það hvernig þú hugsar, hvernig þú talar við sjálfa þig? Hvernig þú hegðar þér, hvað þú gerir, hvaða markmið þú setur þér, hvaða slag þú þorir að taka og hvenær þú bara bakkar að þú hefur ekki trú á þér. Erum við rótfest í Kristi? Eða erum við bara með eina rót þar og svo fullt á rótum annars staðar bara til að vera öruggt, just in case, ef hann skildur loka á mig, ef þetta skildur kannski ekki vera rétta leiðin. Ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að vera rótfest í Kristi, að vita hver við erum, að vita hvað við eigum, að vita hvað okkur tilheyrir. Það er meðal annars það er rosalega erfitt að rugla í fólki sem veit hver þau eru. Fólk sem hefur sterka og skýra sjálfsmynd, þú lokkar það ekkert með þér út í einhverja vitleysu eins og ekkert sé. Það er þekkt vandamál meðal kristniboða sem fara í rosalega ólíkt menningarlegt umhverfi. Þeir fara einhvert, það er ekki símasamband og ekki tölvusamband og þau þurfa að læra nýtt tungumál og það er bara, ég veit vin sem hann var þetta svo ekki kristniboði, hann fór að vinna sem læknanemi einhvers staðar og gat ekki tala, þannig að hann alltaf bara að gera þetta. Bara, já, ég skildi ekki, bara hérna. Og svo var hann sagði við hann, akkur er alltaf að gera þetta? Og hann bara því svo fólk skilji, við erum samt vinir, já, en hér er þetta ekki gott. Þetta er eins og einhver annar fingur sem þið notið í þinni menningu. Það var alltaf bara, já, ok, ég skildi ekki. Bara, já, máttu ekki trúar þinna vegna. Veitu, svona menningarlega óþægilegt. Hann þurfti að læra að nota hendurnar upp á nýtt. Að hann gefa svona, ég veit ekki hvaða tákn hann gat gefið sem var, eins og þetta, en það var svona óþægilegt. Að fólk kemur í eitthvað algjörlega ólíkt menningarlegt samfélag, það hefur ekki vini sína, það hefur ekki stuðningsnetið, það þarf að læra allt upp á nýtt og það týnir sjálfu sér. Það fyrir að vera að gaggrina svo mikið sína eigin menningu, það fyrir að gaggrina svo mikið þess að lærði í uppeldi sínu, það fyrir að gaggrina svo mikið það sem það kemur, að það bara allt í einu veit ekki lengur hverju það trúir. Það veit ekki lengur hverju það tilheyrir og svo endar það þannig að þau tilheyra hvergi. Tilheyra ekki nýju menningunni að þau eru aðkomendur og svo tilheyra ekki heldur heima hjá sér að þau veit ekki lengur hvað ræturnar liggja. Ef að rætur okkar er í Kristi,
ef við vitum hver við erum í honum, þá ekki hægt að leiða okkur út í einhverja vitleysu. Af því við vitum að Jesús hefur leyst okkur. Við vitum að það kemur ekkert í staðinn fyrir Jesú. Við vitum að hann er engin engill, einhver leyni opinberun eða einhver stórkostleg menntun eða skortur á henni eða miklir peningar eða skortur á peningum eða samþykki annara eða ekki samþykki annara. Það mun ekkert breyta því. Eins og við lásum í byrjun, ekkert skapað getur gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Jesú Kristi. Og þá látum við ekki þessa hluti stjórna líf okkar. Við látum ekki stjórna líf okkar hvort að þetta mun afla mér peninga eða ekki. Við látum ekki stjórna líf okkar mun þetta afla mér samþykkis annars fólks eða ekki. Við látum ekki stjórna líf okkar mun þetta gera mig virðulegri og viðurkenndari eða ekki. Þetta er Jesús og ég ætla að fylgja honum. Ég þarf ekki samþykki annara að því ég hef samþykki föður míns fyrir Jesú Krist. Ég þarf ekki veraldlegan auð því að öllu ríkidæmi sem ég þarf á ég í Jesú Kristi. Ég þarf ekki að drekka vatn úr Níl eða Efrat. Ég hef brunn lifandi vass sem er nærvera heilags anda í lífi mínu. Ég þarf ekki að prófa eitthvað annað þegar ég hef fundið það eina rétta. Og svo segir hann, verið rótfest í honum og byggð á honum. Hvað þýðir það? Að vera byggð á einhverju, að byggja, og maður sé fyrir sér menningu þess að fólk byggir alltaf úr múrsteinum eða eitthvað, að byggja. Er það ekki ákvarðanir sem ég tek á hverjum degi? Hvernig ég byggi líf mitt? Það sem ég vel, það sem ég hleypi að mér, það sem ég læt móta mig, það sem ég næri mig á, samböndin sem ég rækta. Það er hvernig ég byggi. Í öðru fyrra Kórinthubréfi skrifa Páll postuli, hann segir sérhver athugi hvernig hann byggir. Það er ekki annar grundvöllur verður ekki lagður en sá sem lagður er sem er Jesús Kristur. En það sem er byggt ofan á, það er það sem við veljum, það sem við gerum og ákvarðanir sem við tökum, leiðin sem við veljum í lífinu. Hvað er það sem ákvarðar hvernig við byggjum? Ef þú skoðar þitt líf, ákvarðanar sem við tökum, á hverju byggjum við þær? Er það gildismatið sem ég ólst upp við, sem er örugglega mörgu leyti gott, en ekki eins og neitt annað gildis, eins og öll önnur gildismöt, ábyggilega ekki fullkomið? Er það ráðleggingar, góðs fólks í kringum mig, allt góði hlutir? Eða er ég að byggja á þeim grundvelli sem er Jesús Kristur? Læt ég Guðs orð leiðbeina mér í hvernig ég byggi? Og þetta er svolítið eins og að hafa teikningarnar fyrir framan sig, ná í efni svo þú þarft og byggja samkvæmt þeim, eða gera eins og Íslendingar kannski hafa komist upp með mjög lengi, veit ekki hvort það kemst upp með í dag, að byggja hús, teikna það svo og fara og vonast til að verði samþykkt. Ég get annarkvort byggt það sem Guð hefur blessað, eða ég get byggt það sem mér dettur í hug og vonast til að Guð blessi það. Og það er ekki sami hluturinn. Þegar ég byggi það sem mér dettur í hug, kannski er eitthvað þarna inni sem Guð bara getur ekki blessað. Guð bara segir, veistu það, asbest er ekki gott efni í barnaherbyggi. Asbest er bara óhollt fyrir þig, en það er svo ódýrt. Það þolir eld svo vel. Veist, asbest er bara óhollt og það drepur þig. Ég mun ekki blessa það, en ég er búinn að byggja húsið. Páll postuli segir, sér hver athugi hvernig hann byggir, sumir byggja tré, hey eða hálm, aðrir með gulli og dýrum steinum. Og hver er munurinn? Eldur reynslunar kemur yfir okkur öll. Ég og þú, við upplifum það öll að gangi gegnum erfiða tíma. Líf okkar verður reglulega skekið með mótlæti, með alls konar áföllum, utan að, hvort sem er eitthvað utanakomandi eða eitthvað sem gerist í okkar eigin lífum. Það er eldur reynslunar. Og þegar við byggjum með tré, hey og hálm, þá vitum við að þegar eldurinn kemur, þá verður ekki mikið eftir að því. Þegar reynslan kemur, þegar við byggjum á sandi, það er sama hvað húsið er flott, það mun hrynja. Tré, hey og hálmur, það mun brenna upp. En það sem varir, það er gull og dýri steinar. Og þarna er verið að bera saman þegar við byggjum út frá okkar eigin löngunum, út frá hrokanum, út frá holdinu, út frá græðginni, út frá eftirsókn eftir samþykki annara, til að þóknast öðru fólki, allt það. Það er tré, það er hey og það er hálmur. Og þegar það reynir á, þá mun það brenna upp. Ef við eigum valkost, við getum byggt á Jesú Kristi. Við getum byggt
á orði Guðs. Við getum byggt með því sem Guð hefur kennt okkur og sagt okkur að muni vara. Heiðarleiki, hann mun aldrei skaða þig. Ekki til langstíma litið allavega. Að vera manneskja heilinda, það mun aldrei koma í bakið á okkur að vera manneskja heilinda. Ekki til langstíma litið í það minnsta. Það mun aldrei skaða okkur að gera það sem er rétt. Það getur gert okkur óvinsæl. Það getur gert okkur, við getum tapað vinnu út á það, við getum tapað vinum út á það, tapað peningum út á það. En heilindi og rétt samband við Guð, eiga frið við Guð, er svo miklu dýrmætara en okkur sem við töpum í staðinn. Það er gull og það er dýri steinar. Og þegar við nálgumst enda þessa lífs og við horfum tilbaka, þá munum við meta meira gull og dýra steina en tré, hey og hálm. Þá munum við meta það meira að hafa byggt vel, að hafa gert það sem var miklu erfiðara og dýrara og óþægilegra, heldur en að hafa gert það sem var einfaldara, fljótlegra og þægilegra. Að byggja það sem varir, að byggja það sem að Guðs orð kennir okkur, ekki það sem er akkurat bara hentuðast og þægilegast. Og svo segir hann, þið hafið tekið á móti Kristi, lifið því í honum, við rótfest í honum, vitið hver þið eruð, vitið hvaðan þið komið, vitið hvað þið eigið, verið byggð á honum, staðföst í trúnni. Og þetta orð staðföst, það er kannski svolítið svona erfitt, þegar ég heyri orðið staðföstur í trúnni, sé ég fyrir mig sem sparkar niður fætinum og bara þú ítir mér ekki, eitthvað staðföstur, það er ekki verið að meina það. Það er miklu meira verið að vísa til einhvers sem að út frá reynslunni er bara orðin öruggur með hver hann er og er svona búin að koma sér fyrir. Með því að ganga með Guði í gegnum eitt og annað, að þá eins og við öðlumst meiri svona kjölfestu. Reynslan gefur okkur rásfestu. Reynslan gefur okkur þetta öryggi. Veistu það? Jújú, þetta eru kannski óþægilega kringumstæður, en ég hef séð það verra. Veit ekki, þið sem hafa nú lifað meira en 2 ár, hafið ekki upplifað það? Eitthvað sem þið hefðu fengið magasár yfir fyrir 20 árum, í dag, það væri kannski óþægilegt. Er það kannski bara ég? Ég fæ magasár svona auðveldlega. Það er svona eitt og annað sem bara, hvað ger ég? Svo þegar maður er búin að ganga í gegnum einu sinni, þá er það ekkert svo hrikalegt. Þegar maður er búin að ganga með Guði í gegnum eitt og annað, að þá styrkist trúmanns. Að það maður sér hvernig hann bregst manni aldrei. Það þýðir ekki það að maður gangi í gegnum reynslurnar. Það þýðir ekki það að maður gangi í gegnum erfiðleika og það þýðir ekki það að maður þurfi ekki að taka ógeðslega erfiðar ákvarðanir. Að stíga út á vatn, sérstaklega og kannt ekki að synda, alveg óháð því hvort þú sjáir Jesú fyrir fram að þig, er alltaf að stíga út á vatn. Og það er bara þannig. Og vatn er blautt og vatn er ekkert rosalega góð undirstaða og ef vatnið er djúpt, þá er það alltaf að stíga út á vatn. Þó svo að Jesú sé og standi fyrir fram mig og segi komdu. Að stíga út á vatnið er alltaf óþægilegt, en það er gríðarlega trúarstyrkjandi að stíga út á vatnið og finna að þú getur gengið á því. Þó svo að þú sökkvir á endanum og Jesús kemur og togar þig upp, þá gekkstu á vatni. Það er rosalegt. Ef það lyftir ekki upp, hvað gerir það þá? Og það er svo magnað hvað það er margt, og ég bara einhvern veginn, með tíð og tíma og með því sem ég les Biblíuna meira, þá sé ég það að Guð, hann líkir sér við leirkerasmið og það er svo góð líking. Leirkerasmiðurinn, hann mótar leirinn, hann situr við hjólið, hann snýr honum og hann setur hendurnar, þú mótar ekki leirker með því að rétt snerta, þú setur hendurnar alveg utan um það. Þú heldur leirnum þétt í hendi þér og þú kreistir hann og þú bleitir hann, svo hólar hann innan, allt þetta og hann er að snúast allan tíman. Og það er þannig sem Guð mótar okkur, með reynslunni. Stundum með því að kreista okkur, stundum með því að poti okkur, svo hellar hann vatni yfir okkur, svo snýr hann okkur í ringi og bara, miðflótta aflið er alveg bara, maður veit ekki hvert maður er að fara. Aðalatriðið er að við erum í Guðs höndum og Guð er að móta okkur. Það er ekki endilega þægilegt og maður veit ekki að, maður er kannski svolítið ringlaður og maður svimar svolítið og maður er kannski alveg búin að fá nóg á þessu vatni og svo loksins það er búið, maður er, þá bara setur maður í einhvern opn, kveikir eld, og maður fær bara svona, ok Guði, bara þegar það stendur að þú elski mig, er það nokkuð kaldhæðni? Það er svona, þannig mótar Guð okkur í gegnum reynsluna. Okkar tilhneiging þegar við lendum í vandræðum, þegar við lendum í erfiðleikum, það er svolítið að reyna að taka stjórnina sjálf. Það er að hlaupa í lausnir sem við þekkjum
stundum að stytta okkur leið. Og það svo mikilvægt að þá verðum við ekki staðföst í trúnni. Ef við ekki göngum í gegnum reynsluna með Guði, ef við höldum ekki út með Guði, þá öðlustum við ekki vöxtinn sem hefðum annars fengið í þessari reynslu. Og nú veit ég þegar maður tala við svona hóp, það kannski fólk hérna á ólíkum stað, þú ert kannski að glíma við eitthvað, aðstæður eru ólíkar og vandamál eru ólík. Og þú veist, ég ekki að segja þú mér aldrei leitaðar aðstoðar eða leitaðar hjálpar. Stundum hluti af ferlinu að takast á við málið sjálfur. Guð vill að við vöxum þannig. Ég ekki að segja við bara sitja heima og býða til að Guð gera allt saman. En að ganga með Guði í gegnum það. Aldrei ef að lausnin krefst þess að við einhvern nátt fara á svig við Guðs orð, að einhvern nátt gangi gegn sannfæringu minni eða trú minni, þá það ekki rétta lausnin. Ef lausnin einhvern veginn felst í því að fara í málamiðlun með það sem ég trúa sé rétt og satt, þá það ekki rétta lausnin. Þá ég að kúpla Guð út úr kringumstæðunum. En að fara í gegnum vandamálin af heilindum, í heiðarleika, með Guðs orð að leiðarljósi, leyfa Guði að vera með sér, það mun styrkja okkur. Það mun byggja okkur upp og það mun gefa okkur hæf til þess að hjálpa öðrum og næst þegar við lendum í sambærilegu vandamáli, þá bara, það allar hreyfir taugarnar á okkur að við höfum gert þetta áður. Ég hef upplifað þetta áður. Ég hef verið hérna áður. Ég hef séð eitthvað verra. Þá verðum við svo grundvölluð. Og síðan segir auðug að þakklátsemi. Og þetta eins og við vitið síðast í punkturinn, að hérna enda vessið. Auðug að þakklátsemi. Líf í Kristi snýst mjög mikið að þakka. Það snýst þakklæti. Það snýst að líta til þess sem Guð hefur gefið. Vegna þess að allt sem við eigum í Guði, það gjöf. Allt sem við eigum í Jesú Kristi, það gjöf. Og það snýst ekki eitthvað sem ég afla, snýst ekki eitthvað sem ég vinna mér inn eða gangi augun á Guði. Það snýst það sem ég þigg frá Guði. Allt sem ég á gjöf frá Guði. Það fyrsta sem við getum þakkað Guði fyrir, ætla að vera auðug og þakklátsemi, við getum þakkað fyrir það að við fáum að tilheyra Kristi. Að við getum verið rótfest í Kristi. Við sem einu sinni vorum fjarlæg, við sem einu sinni þekktum ekki Guð, við erum orðin börn Guðs. Við erum orðin heimamenn Guðs. Við sem vorum brotleg, höfum fengið náð. Við sem vorum vanmegnug, við sem vorum andlega blind á eigið ástand og hjálparvana í þessum heimi, og sérstaklega við vestræni menn sem lifum í heimi sem svo miklu andlegri en við oft gerum okkur grein fyrir. Við ekki bara höfum fengið upplifað að augun hafi opnast, við höfum ekki bara upplifað það að eignast andlegt líf, heldur við Guð gefið okkur rosalega mikinn andlegan myndugleika, umboð, vald þegar við biðjum. Umboð sem við notum allt of lítið, af því að við oft bara biðjum ekki nógu mikið, af því við oft vitum ekki hver við erum, við göngum ekki út á það sem við eigum. Við erum réttlætt. Er það ekki yndislegt? Það ekki krafa að við séum réttlát. Við erum ekki hólpin að því við erum réttlát. Við erum hólpin að við erum réttlætt. Okkur gefið réttlæti Guðs. Réttlæti í Jesú Kristi. Það gjöf, ekki eitthvað sem við vinnum okkur inn. Og að þú ert hérna í dag eða ert að hlusta og þú ekki tekið við Jesú Kristi og þú heyrir þetta og þetta eru bara orð þegar ég að tala. Þér býðst stórkostlegt tækifæri hér í dag að taka við þessari gjöf. Í mörgum kirkjum þannig að þú kemur í fyrsta skiptið, þá tekur eitthvað miða og svo færðu gjöf, bolla eða penna eða eitthvað. Við bjóðum miklu betri gjöf hér í dag. Svo gjöf þetta líka til boðið þeim kirkjum. Við bjóðum þér eilíft líf. Og það kostar ekki neitt. Eða reyndar kostar þig ekki neitt. Það einhver annar búinn að greiða fyrir það. Jesús Kristur gaf sitt líf fyrir þig. Til þess að þú getur átt frið við Guð. Til þess að þú getur eignast þetta eilífa líf og eignast Guð af föður og vini eins og við vorum sköpuð til. Guð veit hvernig þú ert og hann elskar þig samt. Guð veit allt þig og hann vil taka við þér. Guð veit allt þig og hann þráir að blessa þig og hann þráir að leiða þig. Og það sem það krefst það að þú sé tilbúin að koma til Guðs, tilbúin að gefa honum lífið, segja Guð, taktu stýrið í mínu lífi. Guð, ég vil leyfa þér að vera grundvöllurinn sem ég byggi á. Ég vil leyfa þér að leiðrétta mig og leiðbeina mér og stýra mér. Og ég get alveg lofa þér því, það mín reynsla og allra annað hérna inni sem hafa tekið við Jesú Kristi. Þetta besta ákvörðun sem þú getur tekið. Lífið sem þú eignast, þetta er svo miklu betra en það sem þú áður kynnst.
Og ég mæli ekki með því að fólk komi og prófi. Vegna þess að prófa, það þýðir að kannski bara finnst ekki gott og bara getur sleppt þessu. Einu sinni smakkað, þú getur ekki hætt. Nei. Það mætti vera svona kristilegt slagorð. Komdu og taktu við Jesú Kristi og farðu alla leið. Gefðu honum allt. Gefðu honum lífið þitt. Þú munt aldrei sjá eftir því. Og þá hefurðu svo ótrúlega mikið til að þakka fyrir. Og það næsta sem við getum þakka fyrir. Við getum þakka Guði fyrir það að við fáum að byggjast upp í trúnni. Ég svo þakkláttur Guði fyrir það, ég svo ótrúlega þakkláttur fyrir það að Guð tekur mér eins og ég og Guð birtist í mér á ólíkan hátt en að birtist í öllum öðrum. Ég fæ að vera áfram ég. Ég bara ég Guðs. Ég fæ að byggjast upp. Guð byggir í mínu lífi og í þínu lífi. Guð, ég þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert í lífinu. Það rosalega holl bæn. Það rosalega hollt að stoppa og líta við. Og stundum það þannig, ég veit ekki með þig, en allan það með mig, þegar maður reyna að ná árangur í einhverju, með andlegan vöxt eða hvað sem manni finnst það gera svo ógeðslega hægt. Manni finnst bara ekkert gerast. Og þið hafa kannski upplifað að þau reyna að safna hári, það bara hárið bara vex ekki. Og þið bara fara að taka vítamín og þið bara fara að tala að lækni, bara með eitthvað sjúkdóm sem hindrar hárvöxt. Og svo þú ert ekkert að pæli, þá bara finnst þú alltaf verið í klippingu og þetta svo ógeðslega dýrt að þú ert bara, Og það svolítið þannig með andlegan vöxt. Þegar við erum að fylgjast með honum og þegar við erum að pæla í honum, þá finnst manni ekkert gerast. Svo þegar maður bara heldur áfram og maður bara heldur sig við efnið, áður en maður veit af, þá allt í einu fullt búið að gerast. Og stundum svo gott að stoppa og líta yfir farinn veg. Að þá sér maður árangurinn, þá sér maður breytinguna, þá sér maður hvað Guð búinn að gera. Og að lokum, það síðasta sem ég getur þakka Guði fyrir. Guð, takk fyrir að vera með mér á erfiðum stundum. Guð, takk fyrir að ganga með mér í gegnum erfiðleika. Takk fyrir að jafnvel þó ég gangi í gegnum dimman dal, þá ertu með mér. Takk fyrir að jafnvel þó að ég sé í einhverju klúðri sem ég kom mér sjálfur í, þá myndu aldrei sleppa mér og þú myndu aldrei yfirgefa mig. Takk fyrir það, Guð, að þú gengur með mér í gegnum myrkrið. Takk fyrir Guð að þegar reynir á þá ertu til staðar. Guð, hann reddar ekki alltaf málunum, hann bjargar ekki alltaf öllu, en hann alltaf með okkur. Stundum að þá það besta sem Guð getur gert að leyfa okkur að taka afleiðingum gjörð okkar. Stundum það besta sem hann getur gert að leyfa okkur að gangi gegnum eitthvað erfitt. Og stundum það þannig að, og við stundum gleymum því hvað það bara mikill munur. Við viljum alltaf að Guð bjargi hlutunum. En kannski bara besta sem getur fengið að Guð sé með okkur. Það ofta þannig að þetta eins og með foreldra sem hjálpa börnunum sínum að undirbúa sig fyrir próf. Þeir geta lagt allt þetta mörkum að vera með og gefið sér heilsúri að hjálpa barninu sínu, en geta ekki tekið prófið fyrir það. Þú getur átt frábært foreldri sem með þér að undirbúa fyrir prófið og leggur allt og hjálpar þér algjörlega, en svo fellur þú samt. En það var svona rosalega gott að hafa foreldri með sér. Og rosalega gott að foreldri styður mann. Styður mann í því sem tekur við, hjálpa manni þá að taka næsta skref. Og það eins með Guð. Guð er alltaf með okkur. Og þegar hlutinni fara illa, þá hjálpar hann okkur að byggja eitthvað úr rústunum. Kristi líf snýst rosalega mikið það að þakka. Eins og góður maður sagði einhvern tímann að það væri góð regla fyrir kristi fólk að þjá sig minna og þakka meira. Vera minna, ég bara þarf að taka til mín, röfla minna út af veðrinu, það er fallegt í dag, og nota það þegar það er gott og njóta þess. Fara út og njóta þess. Og kannski svona hliðarnót, ég man ekki hvort ég nota þetta í predikunum daginn, ég var að segja frá því að ég hafa fólksmjör að tala við sem var frá öðrum löndum og ég var eitthvað að röfla út af íslenska veðrinu og þau voru bara að tala hvað var frábært að þú veist að keyra á Íslandi kvöld, þú veist aldrei að hugsa má ég beygja inn í þessa götu upp á að vera drepin eða ekki, það er ekki eitthvað svona pæli er einstættumerki eða það bara já, þetta er Ísland, ég má keyra hvað sem ég og ég er öruggur. Stundum á maður kannski bara þakka meira. Guð, ég fæ kannski ekki, ég sólbrann ekki í dag, en það er enginn að reyna að drepa mig. Ég get frjálst höfuð strokið. Ég get allan að fara heim í heitt bað og það kostar ekki formúu. Ég get notið þess að vera það sem ég er. Og ég ætla að enda á því að gefa öllum heimaverkefni. Ég var að tala próf og svona. Svo tekið próf hérna næsta sunnudag. Nei, kannski ekki. Í dag, í góða veðrinu, ef það verður gott veður, hvernig sem það er, sest á góðan stað með bláu penna. Eða símaðin eða tölvu einsta þær ég mæri með bláu penna, svona áþreifanlegra, og skrifaði niður. Mátt opna biblíuna, Kólussarbréfinu, öðrum kafla, til að hafa orðið með þér, vera rótfastur í Kristi.
ef þú skrifa bara hvað þýðir það að tilheyra Jesú Kristi, hver ég í Kristi, og skrifa það bara fyrir þig, þetta ekki fyrir aðra, bara til að minna þig á, og að skrifa það niður, það rosalega hjálplegt. Sestu niður og skrifaðu, bara til að minna það, hver ég í Kristi, hvað segir Guð mig í sínu orði og bara við mig hér og nú. Og númer 2, hvernig byggi ég á honum? Hvað ég að gera í dag sem þannig að ég að byggja á honum? Hvernig ég að velja í dag að gera það sem Guð hefur þegar blessað? Þegar hann að byggja eitthvað og fatta svo eftir að væri til að blessa þetta Guð. Þetta heiðna musteri sem ég óvart byggði hérna inn í musterinu þínu. Getur ekki bara gert þennan Guð að vini þínum? Nei. Mér fannst þetta fyndið, ég var ekki að reyna að skjóta eitthvað þetta. Auðvitað þetta ekki alveg svo gróft. Hvernig gæti ég byggt líf mitt meira á Kristi? Hvað ég að gera? Oft tala maður svona ávexti sem hanga lágt. Hvað ógeðslega einfalt skref fyrir mig? Hvað get ég gert bara í dag til að draga mig nær Guði? Hvað get ég gert bara í dag til að byggja líf mitt meira á klettinum sem Kristur? Einhver augljós atriði í lífi mínu? Eitthvað sem ég get augljóslega gert til að breyta lífi mínu til þess betra? Og svo, þriðja með að vera staðföst í trúnni, bara skrifa hjá þér minningar. Hvernig hefur Guð blessað mig? Hvernig hefur Guð verið með mér í reynslum? Eitthvað sem ég að eiga við í dag sem tækifæri til að styrkjast í trúnni? Ég eitthvað staðar að berjast einn eða ein þar sem ég gæti haft Guð með mér? Ég eitthvað staðar að basla í einmætti þar sem ég gæti hleypt Guði að? Og svo að lokum, þakklæti. Þetta eins og gamli sálmurinn, sungin á ensku, count your blessings, segir Davíð í sálmunum. Teldu upp allt sem þú hefur til að vera þakkláttur fyrir. Teldu upp allt sem þú getur þakka Guði fyrir. Það mun koma þér á óvart hvað það er mikið. Það mun koma þér á óvart hvað þú þarft mörg blöð. Og svo sennilega bara hættur að þér illt í hendinni. Ég veit það kannski alveg. Eftir hvað með sterka hönd. Vitið þið. Ég bara hvet þig. Gerðu þið það. Að það hjálpa mann svo mikið hvernig maður hugsar. Það mun endurspegla það sem maður segir og það sem maður gerir. Og þessi litla æfing, hún fyrst og fremst fyrir þetta og fyrir þetta. Fyrir hugan og fyrir hjartað. Og ef ég fæ þessa réttu mynd, ef ég leyfi Guði að raða til hérna innra með mér, þá mun það endurspeglast í hvernig ég lifi. Það mun endurspeglast í því hvernig ég tala. Það mun endurspeglast í því hvernig ég byggi líf mitt. Skulum enda á því að biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þitt orð sem lifandi og kröftugt. Þakka þér, Drottinn minn, fyrir þessa hvatningu sem við fengum í dag, Drottinn minn, til þess að muna hvaðan við komum, til að muna hver grundvöllurinn í líf okkar, að muna það hvaðan við drögum okkar næringu. Og ég þakka þér, Jesús minn, fyrir það, þú ert meira en allt sem við þörfnumst. Þakka þér, Jesús, að þú gerir meira en bara að mæta þörfum okkar, þú ert svo miklu meira. Og ég þakka þér fyrir að Jesús minn að þú fyllir allt andlega rýmið í lífi okkar, Drottinn minn. Þú svalar öllum okkar andlegu þörfum. Þakka þér, Jesús, að þú gefur frið. Þakka þér, Jesús, að þú gefur okkur það að verða grundvölluð, að vera rótfest, að vera byggð. Drottinn minn, ég bið þig það, viltu hjálpa okkur að skjóta djúpum rótum í klettin sem Jesús Kristur. Drottinn minn, ég bið þig það þegar koma vindar, hvort það eru vindar erfiðleika, vindar einhverja spennandi kenninga, vindar, eitthvað sem til þess fallið að draga okkur frá þér. Þá bið ég það, Drottinn, að við séum svo rótföst á kletturinn sem Kristur. Að við séum svo grundvölluð á þér, Drottinn, að það haggi okkur ekki. Himneski Faðir, við fáum að standast þegar ekkert annað stenst. Að við fáum að vita hver við erum í þér. Við fáum að vita hvað við eigum í þér. Og við fáum að vita hvernig þú sérð okkur, Drottinn. Og ég biði bara, eins og Páll biður í Efesubréfinu, viltu upplýsa sálasjón okkar? Viltu opna okkar andlegu augu, Drottinn? Að við fáum að sjá okkur sjálf eins og þú sérð okkur. Að við fáum að sjá þann ríkdóm sem við eigum í Jesú Kristi. Drottinn minn, og ég biði við séum ekki eins og eldri sonurinn í sögunum týndasoninn, sem var heima allan tíman og vann eins og þræll í staðinn fyrir að lifa eins og sonur. Hann átti allt, en hann naut þess aldrei. Hann átti allt, en hann var alltaf að erfiða fyrir einhverju sem hann átti nú þegar. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að taka við því sem þú gefur okkur. Hjálpa okkur, Drottinn, að lifa
í því sem þú hefur kallað okkur til. Hjálpa okkur að ganga út á það sem við eigum, Drottinn minn. Gefðu okkur svo náð þess að byggja gull og dýra steina. Og Drottinn minn, viltu minna okkur á allt það sem þú hefur gefið okkur, svo getum lifað í þakklæti, lifað í fögnuði, lifað í gleði, lifað í nægjusemi, lifað í hamingi, Drottinn minn, og verið blessun samar hvað við komum. Þannig felum við okkur þér í Jesú nafni, Drottinn minn, verði viljið þinn. Amen og amen. Amen. Og nú kemur lofgjörahópurinn hérna upp, og ef þú ert hér í dag og þú vilt fá fyrirbæn fyrir hverju sem hvort sem eitthvað sem að tala hér í dag, hvort sem það að þú vilt gefa Jesú lífið þitt, eða þú vilt fá fyrirbæn fyrir líkamæðinum, það veikindi eða eitthvað svona glímu, hvað sem það þá eru fyrirbyndir sem koma sér fyrir hérna í hliðarsalnum, og þegar lofgjörinn byrjar þá frjálst að koma þangað og þiggja fyrirbæn. Annars að þá kaffi og samfélag hérna niðri eftir samkomu, getur gengið hérna bara upp á svið og niður eða út og hringinn, það eru ýmsar margar dyr á þessu húsi. Annars bara Guð blessi í dag og gefi þér yndislega viku. Amen. Ekki standa á fætur og syngja öll saman. Þú ert svo góður Guð. Ert mér svo góður Guð. Takk fyrir samveruna í dag, og það samfélag hérna niðri, og ég sá það var alveg röð af tertum að segja. Það eitthvað afmæli verið, einhver veisla, og við fáum að njóta þess í dag. Drottinn blessi ykkur og blessi ykkur bæði þennan dag og nýja viku og gefa okkur yndislegan dag. Amen. Já, þá komið að lokum þessara samkomu á þessum dásamlega sunnudegi og sólin skín og sjálfsagt margir sem eru úti við sem eru að hlusta. Það var bara yndislegt að vera úti og njóta þess að hlusta á Guðs orð. En þetta var gott orð hjá honum Helga í dag og ég hvet okkur öll til þess að gera það sem hann var að leggja til, að við myndum skrifa niður og ekki síst
hver við erum í Guði og hvers við væntum. Og ég biði heilagi Faðir bara að þú leiðir okkur í dag út í daginn og við fáum að bara finna virkilega fyrir nærveru þinni. Og þú sem að ert kannski ykkur staðar efast eða ert að berjast við sjálfa því að það er svo gott að geta bara gefið Guði allt það sem maður að berjast við og böglast með. Og ég hveti til að prúfa það. Að þú ert bara einni bæn í burtu frá því að tala við Guð og nálgast hann. Hann heyrir, hann með þér allan daginn, alla daga. Og ég bara þakka þér heilagi Faðir að þú ert með okkur í dag og ég þakka þér Drottinn minn að þú leiðir okkur áfram og það ekkert sem getur gert okkur viðskila við því heilagi Faðir. Það stendur í orðinu og ég þakka þér fyrir það og við verðum mynd á það aftur og aftur og bara þakka þér fyrir það í Jesú nafni. Og ég biði bara að minna þig á það að það ekkert sem getur gert því viðskila við Guð. Ekki neitt. Prúfaðu það. Það yndislegt. Eða góðan dag.